Segi velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að koma og gaman að hitta þig. Sömuleiðis, mjög gaman. Þú ert Dale Carnegie íkona. Já, Já. akkurat. Og mér langaði svona að fá að vita þess meira þig og hvaðan þú kemur og hvað þú hefur gert í gegnum tíðina. Já. En byrjum bara á því, hvaðan kemur þau? Sko, ég er alin upp í Breiðholtinu og ég segi stundum ég sé sko Árbæingur í aðra ættina og Vesturbæingur í hinna. Okay. Og og það var, já, en er í Breiðholtinu þegar ég er að alast upp og hef sterka tengingu þangað. Já. Þannig að ég er reykvingur. Já. Hvernig var að alast upp í Breiðholti? Það var bara ótrúlega gaman. Já. Það var þú veist, þetta var barnmargt hverfi og ég er elst upp í stegagangi blokk sem að svona var bara lítill heimur og þar eignaðist ég bara mína bestu vinkonur sem að áttu líka heima í sama stegagangi. Já. Og við vorum með dansafingar í hjólageymslunni og svo leiði sko. Já. Og þær eru enn þann dag í dag bara mínar bestu vinkonur sko. Já, en gaman. Þannig það er mjög gaman og skólinn var stór og bara mikið líf og fjör og í rauninni hefði ég geta komist upp með að verða stúdent og ljúka tónlistanámi á þess að fara við götu. Já, ok. Þannig að það er svona svolítið sérstakt sko. Og það var ekkert þetta gettó dæmið þarna einn tíma eins og verið að mála þannig í dag sko. Já, algjörlega. Sko, og var pottitt gert þá líka sko. Og ég, það var aldrei mín upplifun sko. Nei. Ég bara, já, mér finnst þetta bara bara fullt á krökkum, gleði og átöku þetta líka en það er bara partur af því að að bara, þú veist, alast upp innan fólk sko. Já. Það er bara svo les. Áttu mörg systkini eða? Ég er elsta systir, ég á 2 yngri og já, er svolítið mikið elsta systir sko. Já. 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 Það er alveg þannig. Við erum bara ábyrðar. Já. Já. Já, ég held það sko. Ég þú veist, ég já, mér fannst ég alltaf bera svolítið mikla ábyrgð á þeim sko. Og vera æfa mig að leyfa þeim að vera fullorðnar. Já. Það getur verið flókið. Fara úr þessum hlutverkum. Já, algjörlega. Hvernig gekk skólagangaðinn? Varstu góður námsmaður? Sko, ég var bara svona algjör meðalnemandi, svona á bókina, en var á fulli félagslífinu. Já. Og tók þátt í öllu sem var í boði og var í leiklist og dansa, þú veist, ég var eða jazzballett og var í ræðuliðinu og bara, þú veist, það sem var í boði, ég tók þátt í því. Já. Þannig að það var minn fókus svolítið, sko. Og gekk þið vel, þú veist, að klára grunnskólan og fengi bara svona, svona meðal. Já, ég það gekk allt bara fínt og ég fór síðan eftir grunnskólagöngun, eftir Hólabrekkuskóla, þá fór ég í Kvennó. Já. Og og það var líka bara stórkvæslegt gæfuspor, sko, að fara þangað. Og þangað fór ég, þú veist, vinir mínir fóru yfirleitt, sko, annarkvort í Vestló eða í FB. Já. Og ég fjall algjörlega fyrir Kvennó. Það var einhvern veginn við að gangi innan litla gamla skóla og sem einhvern veginn bara gerða verkum ég sagði, já, á ég heima. Og þar eignaðist ég fullt af eignaðist ég bara vinkonu hóp líka sem að er mér mjög kær. Já. Og já, þannig að það var bara annað svona kaflaskipti og mjög ánægilegt, sko. Já. Varstu mikill djammari þegar þú varst svona þessum yngri árum? Já, ég var það alveg pottþétt, sko. En fljótlega samt, sko, var ég það ekki, sko. Ég held að ég hafi verið, sko, þú veist, ég kynnist manninu mínum 18 ára. Okay. Og þú veist, og einhvern veginn við það róast mjög mikið, sko. Já. Þannig að eftir einhvern veginn að við urðum para þá einhvern veginn, já, þá var það minna bara. Já, eins og gengur að gerist. Já, einmitt. Og þið eru ennþá saman? Já. Já, stórkostlegt. Nákvæmlega. Það er ekki algengt. Nei. Ekki þegar fólk byrja svona að snemma, sko. Nei, nákvæmlega. Það er afrek. Já, einmitt, sko, við áttum 20 ára brúkusamali síðasta vor. Já.
og mér fannst bara full ástæðis að halda upp á það. Já. Því ég vil þó að það sé ekki erfitt upp á hvern einasta dag að þá er það alveg svona áfengi sko. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Já. Ég minna að þú veist, það er bara skilnaðartölur og þú veist að þeir sem að byrja ungir saman eða það er oft bara, kemur fyrsta barn og þá er það bara búið einhvern veginn. Þú veist, ég þekki, er svo mörg svoleiðis dæmi sko. Einmitt. Þannig að þið, hvenær eignuðust þið ykkar fyrsta? Sko, þá er ég 25 ára. Já. Þannig að við vorum alveg búin að vera saman í ákveðin tíma og það skipti mig máli að gera, að mennta mig fyrst, sko. Því að mamma mín hann vant að viku ég að verða 18 ára þegar ég fæðist. Oh my. Já, þannig að ég hafði reynsla því og kannski mitt vegna þess að það gerði það verkum að ég var ákveðin að það ekki mitt, sko. Nei. Og ekki það, þú veist að hún var fullfærum að sinna því hlutverki og foreldrar mínir eru enn þann dag í dag saman, sko. Já. Þannig að það var ekki þannig en já, mér langaði þess að klára námið og svo eignuðust við fyrsta barnið. Já. 2002. Já. Og eru þið með, hvað eru þið mörg? Svo eru við 3 stráka. Já. Þannig að svo komið þeir 2002, 7 og 8. Þannig að þú ert bara að kalla heimili. Já, akkurat. Já, ég er alin upp á svona stelpuheimili, það sem að pappi er kóngurinn og en síðan er mín kjarnafjölskylda svo sem ég býð til, þannig að þá er það stráka heimili, þar sem ég fæ að vera drottningin. Já, og hvað fórstu að læra þá í háskólanum þegar? Ég byrjaði á því að læra, skráði mig sálfræði, ætlaði mér einhvern veginn alltaf að vera sálfræðingur. Já. Það var einhvern veginn alveg þannig, sko. Fann mig einhvern veginn ekki alveg í náminu. Nei. Mér fannst bara sálfræðin eins og maður kennt þá, ekki spennandi og þannig ég tók sko líka fjölmiðlafræði sem var þá hlut af félagsfræði og í félagsfræðinni þá opnaðist eitthvað vegna þess að þar eru við að tala um samskipti, sjálfsmynd, hópa og þess áttar svona virkni sem að var það sem að svona, mér þótti bara meira spennandi heldur en frumulíffræði. Já, þannig sko. Og þegar það var búið þá fór ég í mastersnámi í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði og fannst það bara að vera svona flott blanda, þú veist, þá er það orðið mjög svona þverfaglegt og nýtist á mörgum stöðum, sko. Já. Og hafði áhuga einmitt áfram að vinna með hópa, þú veist, að búa til skilaboð sem að tala til fólks og hvernig maður á að ná til fólks og svoleiðis, sko. Já. Þannig að það er svona kannski... Hvað tók við eftir námið? Fórst að vinna bara strax við eitthvað tengt náminu? Já, sko, ég tek á móti útskriftaplagginu mínu kasólett og fór bara mjög fljótlega í fæðingarorlof. Hafði þá fengið tækifæri á því að vinna aðeins hjá Ölgerðinni og svo í kjölfarið vinn ég hjá Fróða, hjá Ingvari Helgasinni, bílaumboðinu sem að núna er Bjell. Já. Og hætti þar svo þegar að drengur nr. 2 kemur í heiminn 2007. Já. Þá ætlaði ég nú aldeilis að valsa inn á auglýsingastofu og fá bara nýtt starf þar þegar ég er tilbúin til þess. Og verð fljótlega ólétt aftur og þriði drengurinn kemur í haustið 2008 þá er stemning svolítið öðnur, sko. Já. Þá er ekki hægt að valsa inn og vera með kröfur einhver ný og spennandi fyrirtæki. Já, þannig að ég fæð þar af leiðandi rauninni tækifæri því að maðurinn minn hann er hann fór að vinna sko erlendis og ég var heima með strákana og það bara gerði það verkum að ég gæti svolítið þú veist, það var í rauninni gjöf fyrir mig að vera þvinguð að vera heimavinnandi húsmóðir og mér þótti það ótrúlega dýrmætt að hafa fengið að vera heima með þeim og var ansi lengi heima. Já. Og þá kannski, þú veist, það sem að gerist síðan er að ég er að fara með hrúuna mína á leikskólan og leikskólastjórinn
þar sem þeir voru, þegar hún sagði, já, Agnes, nú kemur bara að vinna hérna. Já. Og ég var ekkert að fara að vinna á leikskóla með mína alþjóða viðskiptagráðu. En það var aftur bara frábært tækifæri og var mjög gott í rauninni, þannig að þar var ég í hérna 1,5 ár og það kendi mér alveg heilmargt en á sama tíma vissi ég að þetta var ekki, þú veist, mín fjöl að vera þarna og þá skráði ég mig til Carnegie-námskeið og mér fannst ég þurfa einhvern veginn að hérna stíga út fyrir þennan þægindarhring sem að hérna námskeiðin eru oft tengt við, sko, og hérna, og svona aðeins að hrista upp í því og ég skráði með námskeið, síðan sé ég auglist starf hjá Dale í markaðsmálum þar og sækjum starfið fyrir viðtal og mér býðst í rauninni starfið á sama degi og ég byrja á námskeiðinu. Já. Þannig að vissileiti var þetta svona pínu svona skrifaði skýin, sko, eitthvað sem átt að gerast, sko. Já. Þannig að já. Hvað var það svona, þú veist, fannst þú hérna þegar þú fórst á námskeiðið, varstu þá að reyna að finna bara eitthvað, þú veist, hvað þú vildir gera, þú veist, eða hvernig manstu hvað þú hugsaðir? Já. Því að það er svo oft sem að eitthvað sem að fólk er að leitast eftir, fá út úr sem námskeiðum. Já. Að finna sig og finna röddina sína og svona, þú veist, manstu eftir því að Já. Ég held kannski bara, þú veist, að ég vissi að það sem ég fengi á námskeiðinu væri hvatning til þess að pröfa eitthvað nýtt. Já. Og ég myndi fá svona tæki og tól til þess að gera það og finna kannski bara svona styrkin hjá sjálfur mér að ég gæti það. Því að sko eftir að hafa verið heima með börn eins og ég fekk að vera hann í 4 ár, sko, að það gerir það að verkum að það einhvern veginn að fara aftur á stað var bara pínu skeri, sko. Já, það er ímyndið með það. Já, þannig að það var svona kannski svona hvatinn, sko. Það sem að var svo skemmtilegt líka var að hérna það sem að ég hefði til dæmis enga trú að ég fengi út á námskeiðinu, svo það eru svona nokkur atriði sem ég talaði að hérna sé verið að vinna í á námskeiðinu og það var tengt sko streitu. Og ég sagði með mig, þú veist, streita er ekkert eftir að breytast neitt á þessu námskeiði. Nei. En það var algjörlega það sem að ég fekk mest út úr. Það var einhvern veginn að setja hluti í fókus. Já. Að hérna, að ef maður á í vanda með að vera hnit með þar í frásögnum, að þá er býsna líklegt að maður sé vanda með að vera hnit með þar bara í þeim verkefni sem maður tekur sér fyrir höndur bara í lífinu. Sko. Já. Og það einhvern veginn blasti þarna við mér á námskeiðinu og ég sagði, já, aha, ok. Það er kannski bara, þú veist, hvatning til þess að gera minna með meiri fókus og fá bara einhvern veginn meira út úr því, sko. Já. Fyrir mann sjálfum, sko. Já. Í staðið fyrir að vera einhvern veginn út allt, sko. Já. Og þú fórst að vinna í markaðsmálum fyrir Dale. Já. Ok, og hvað, hérna, svo ertu núna farin að vera með námskeið? Já, akkurat, þú veist, ég byrjaði þar 2013 að hérna á skrifstofunni og 2015 þá hefst sko þjálfaraferli mitt. Já. Sem að gera það verkum að núna er ég búin að þjálfa í 10 ár. Já. Og hérna, og það er bara svolítið langur tími sko meðal þjálfara. Já. Í dag er ekkit, þú veist, það er einn þjálfari sem er hérna búin að þjálfa lengur en ég og það er eigandinn. Já. Þannig að hérna, já. Þannig að það er svona líður tíminn. Já. Það er þannig. Og hvað er það svona sem að það gefur þér mest í þessum þjálfunum? Já, það eru forréttindi að fá að taka þátt í því að sjá fólk vaksa. Já. Veist, það er algjörlega það. Og sko fyrir manneski sem kannski hefur ekkert endilega verið feimin eða eitthvað neginn, verið svona eitthvað neginn, já, svona, ég hef ekki verið feimin eða þótt vera svona mikið tilbaka. Þá heldur kannski, veist, ég held kannski að þetta snerist oft meira eitthvað neginn að þjálfarni var að skýna. Já. Það er svo innilega ekki þannig. Nei, ég veit. Það er svo gaman að sjá aðra stækka og draga sér til hlés og fá bara að leifa öðrum að skýna. Mér finnst það geggjað.
og það eru töfra sem fylgja því bara að taka móti hópi, leiðan í gegnum einhverja þrautir og sjá það líka, þú veist, því það er líka bara alveg eðlilegt að finnast það pínu erfitt stundum, sko. Já. En á sama tíma þá vinnur engin eitthvað svona hindranir nema að það sé gleði líka. Það er nefnilega það sem kannski gleymi stundum í þessu, sko, í tengslum við Dale, og þegar við erum að tala það það er enginn að fara út fyrir hann og það er eitthvað sem er alltaf pínu svona skeri. Já. Að það er líka bara ofsalega gaman að vera svona námskeiði. Mikið hlegið og svona bara, kátina og það er líka gaman. Já. Það er að finna bara þá orku líka. Já, ég fór reynt mann á námskeið, það var eitthvað svona tengt sölu og þjónustu held ég. Og ég var bara, þú veist, því ég frekar svona feimin, sko, og fólk heldur ég sé það ekki út af því hvað ég geri, en þarna var ég ekki farin að vinna við það sem ég er að gera í dag, en ég var bara, þú veist, bara það að fara upp og segja, ég heiti þetta og eitthvað, og ég var alltaf bara, ég fer ekki aftur, þú veist. Og að því mér fannst þetta bara ótrúlega erfitt, sko. Og bara það að segja hvað ég heiti og hvaðan ég er og allt þetta, það fannst mér bara rosalega krefjandi, sko. Þannig að, þú veist, ég held að sé, og ég hef alltaf verið þannig, þú veist, maður átt að lesa upp fyrir bekkin eitthvað og þá var ég með alveg bara dundrandi hjartslátt og eitthvað svona. Þannig að mér fannst ég læra svolítið bara svona að, þú veist, þarna að fatta það að við erum öll bara, stressuð yfir þessu og við erum öll einhvern veginn að fara út fyrir ramman. En ég fekk alveg fullt út úr þessu, sko. Og þannig að ég hef alltaf verið, ég veist þetta mjög jákvætt sem er að kenna þarna, svona það sem ég veit sko. Og þú ert að fara að vera með eitthvað námskeið núna bara fljótlega. Hvað getur sagt mér um það? Já, sko ég er búin að ganga með þetta í maganum alveg í svolítið tíma. Að aðeins að útvíkka sko svona deilfræðin og bæta inn í það bara svona alls konar annað sem ég hef lært, sko. Og þannig að þú veist, þetta verður bara einn dagur, einn sunnudagur í 17. janúar sem er svona upp af árs og það eru margir einhvern veginn svolítið svona, þú veist, við erum pínu svona upptekinn af því svona í byrjun ás að setja okkur markmið og eitthvað svo leið, sko. Og það er bara gott, þú veist, það er bara gott að nýta svona orkuna sem að maður fær úr svona tímamótum til þess að velta fyrir sér, sko, hvað tekur við núna? Og þannig að þetta verður þess aftur námskeið, þetta verður svona markmiða námskeið. Það sem við ætlum að gera öðruvís og er ekki gert á venjulegum deilkarninginámskeiðum er að við ætlum að tengja inn í þetta bara svona smá styrkleika vinnu, þannig að við erum að vinna bara út frá sko hverjir eru styrkleikarnir sem við búum yfir og hvernig nýtast þeir til þess að setja sér markmið. Þannig að stundum er maður einhvern veginn að setja sér markmið ykkur sem að manni skortir og það er oft bara ekkert endilega vænlegt til árangur, sko. Heldur frekar að horfa á sko hvað er það sem að við búum yfir og hvernig getum við nýtt þá áfram. Og kannski eru styrkleikar sem að við erum kannski bara að keyra á allt og mikið og það er að hvíla þá og finna, ég bý líka yfir styrkleikum einhvers annars þar get ég nýtt á til þess að ná markmiðum mínum. Þannig að nálgunin á markmiðasetningunni er aðeins önnur heldur en gengur að gerist á okkar námskeiðum. Svo er það sem við ætlum að gera líka er að við ætlum að blanda inn í þetta svona sko smá jóga og hugleiðslu. Þannig að við munum byrja daginn á því að þú veist, taka bara létta flæði og svona bara aðeins að finna fyrir líkamannum og svona aðeins að svona, þú veist, finna þann frið sem að það fylgjum, þú veist, og þeir sem að hafa stunda svoleiðis eitthvað tíma, þeir vita það bara stundum þarf maður bara að setjast niður og tjekka inn bara, hvernig líður mér, hvað er líkaminn að segja mér. Við erum svo oft einhvern veginn í hausnum á okkur og hraðanum og ná árangri og þetta allt saman. Þannig að þú veist þannig við munum byrja á því og fara síðan inn í markmiðavinnuna og enda síðan bara á jóga nýtra og svona slökun og fara svolítið svona senuð inn í restin af deginum og helginni og bara inn í árið, sko. Og þetta er bara svona einstaks námskeið. Þetta er bara svona einn dagur
þú veist, frá klukkan, ég held að við séum að tala 10 á mótni, þannig maður getur svona, þú veist, maður er ekkert að vakna upp við fyrsta hanagal og til 3. Þannig að þetta er bara svona einn mildur sunnudagur. Já, og fyrir hverja heldur þetta sé svona, myndi þetta vera? Já, mér yfirgnæfandi líkur á því að það verði fleiri konur heldur en kallar þarna, þá kalla séu kannski alveg velkomnir og ég held líka að það sé bara fyrir þá sem að, þú veist, langar að tvinna þetta tvennt saman, þessa árangustrifni sem að, þú veist, hjálpar okkur í að ná árangri bara og ná markmiðunum okkar og sama tíma svona að róa eins taugakerfið og bara og sína sjálfur sér mildi. Þannig að það er svona kannski það sem að það er svona samþættir. Eru fleiri konur sem að leita til Dale Carnegie heldur en? Það er svolítið að breytast. Jú, það hefur alveg verið þannig, sko. Það hefur verið svona, ég veit ekki nákvæmlega tölun hvort það sé, sko, þú veist, það hefur samt alveg örglega verið hátt í 70-30, sko. 70% konur, 30% karlar. Já, ok, það er alveg þannig. Já, því ég held svona mörgu leiti og það er ekkert óalgengt vegna þess að, sko, það eru konur sem eru miklu líklegri til þess að skrá sig á hverskins námskeið og kaupa miða á tónleika og í leikhús og skrá sig í gönguhópa og hlaupahópa og það eru konur svolítið sem eru líklegir til að skrá sig í þetta allt saman og það á alveg við okkar námskeið hjá Dale. En við finnum alveg fyrir því að það er aukin fjöldi stráka sem að koma, ungra manna. Já. Það er mjög áhugavert, sko. Og það með einhver sérstök námskeið bara fyrir unga stráka eða? Nei, raunin ekki. Nei. Við erum bara með námskeið sko eins og fyrir ungt fólk sem að þá aldurstengt sko. Já. Og við höfum haldið kvennanámskeið, við höfum aldrei haldið kallanámskeið. Nei. Það er eitthvað smá. Gæti gerst. Já, þetta er kannski eitthvað sem það að skoða. Já, því að þú veist, það er oft talað það að konur eru svona líklegri til þess að leita sér aðstoðar ef eitthvað að. Þú veist, kallar eru alltaf bara að halda öll inni og eitthvað. Þannig að þú veist, það er bara mjög jákvætt ef að það er að breytast. Já, ég held nefnilega að það sé að breytast og ég held að þetta sé, þú veist, ég held að það sé það sem við séum að sjá. Já. Að karlar eru líklegir, eru opnari fyrir því að leita sér að bara svona alls konar eflingu og og einmitt að byrgja ekki allt inni, sko. Einmitt. Ég held að það sé alveg rétt, sko. Svo ertu í alls konar fleira, þú ert með gönguhópa og segðu mér aðeins frá því líka. Já, takk. Já, svo er ég líka sko farastjóri hjá Ferðafélag Íslands og þar held ég utan 2 gönguhópa. Annars vegar er það kvennakraftur og þar sem að er sko, það er mjög skemmtileg gönguhópur og þú veist og það er eitthvað sem gerist sko, eins og við erum að tala kynin áðan sko og það er mjög gaman að vera í blöndum hópum sko, það er ekki að ég sé að tala þannig niður en það er einhver orka sem myndast þegar það eru margar konur saman. Já. Og það er þannig í kvennakrafti að við göngum sem sagt 1 þriðjudag og 1 laugardag í viku og svo er viku frí og svo tökum við uppþráðun aftur, þú veist. Þannig að þetta eru svona 4 göngur í mánuði og það er vogaman og erum bara, þú veist, aðalega ganga í kringum Reykjavík. Það eru vorferðir og haustferðir sem við fyrum líka og við gerum alls konar. Já. Við fyrum í vetrarútilegu, við fórum í mars í fyrra útilegu á Þingvöllum. Já. Í -8 gráðum. Ok. Og það var rosa gaman, talandi að fara út fyrir það. Já. Og svo er ég líka með þjóðleiðir sem er allt önnur skepna og það er mjög skemmtilegt líka. Þá er ég, þá erum við með þess að fólk sem hefur áhuga á því að ganga gamlar þjóðleiðir. Já. Og nálgast kannski, þú veist, tengjast landinu svolítið út frá sögunni þeirra. Og það er, já, þannig að þú veist, það er mjög áhugavert og svona forvitnilegt, þú veist, og maður fyrir að velta fyrir sér bara hvernig fólk hefur byggt þetta land, hvert var það að sækja og bara hvað margt breytist á í rauninni skömmum tíma. Já. Og já. Er það að fara gamlar póstleiðir eða eitthvað svona eftir vörðum og... Algjörlega, já. Þannig að ég komið með mikið vörðublæti. Já, ég trúi því. Það er alveg geggjað, sko. Þær eru alveg magnaðar og þær eru bara út um allt, sko. Já. Og þú hefur farið strandi líka. Já,
sem að er það, finnst þér, hvaða landsluti finnst þér svona skemmtilegast að fara, eða þú veist? Er þetta bara allt jafn? Já, þetta svolítið eins og gera upp á milli barnana sinna, sko. Já. En ég segi alveg fyrir mitt leiti, sko, að sko, ég á sterka tengingu við Þórsmörk og það er bara, útilegur barnasku mínar hafa verið þar og þar á ég ótrúlega margar fallegar minningar og það er bara svo fallegt inn í Þórsmörk. Þannig það er svona einn af svona eftirlæti stöðunum og ég finn það samt alveg, sko, að Strandir eru farnar að nálgast Þórsmörk svona skuggalega mikið, sko. Já. Það er einhver orka þar sem er einstök og veit ekki hvað það er, þú veist, hvort það sé eitthvað svona sambland bara af sjónum og þessum sko fjöllum sem eru falleg og fólkinu sem er þarna, það er einhver einstök sko tenging sem að ég hef við hennar stað og í rauninni þá er ég eiginlega aldrei heppið með veður þegar ég fyrir þangað. Nei. Það er bara eitthvað svona sem að, þú veist, það er bara hægt að taka þátt að borðinu einhverja væntingar veður. Ekki það, svo hef ég fikið geggja veður líka. En þú veist, þegar ég var þarna í fyrsta skipti, að þá voru við þoku og rigningu, blautarinn að beini og þetta er örgla, það er örgla komið 10 ár síðan þetta var, sko. Já. En síðan þá hef ég algjörlega verið bara fundið, þú veist, bara þörf fyrir að fara þangað. Þannig að mér finnst það... Hefur verið þá að fara Hornstrandirnar og það? Ég fór á Hornstrandir í fyrsta skipti núna í sumar. Já. Og mér fannst það líka alveg trublað, sko. Já. Þannig að það er alveg einstaklega einangrað, sko, engi vegir og... Nei. Það er svolítið heitlandi, sko. Já. Það sem ég fannst áhugavert við Hornstrandir var þessi mikli gróður þar. Já. Því þó það sé sko ekki tré og það er heldur ekki mikið af trjám ef nokkur hérna á ströndum eða svona, jú, það eru fá. Mjög fá. Það eru mjög fá. Að þá er svo mikill gróðurinn á Hornströndunum og svona fjölbreytur sem að kom mér á óvart og það kom mér á óvart hvað mér fannst það áhugavert líka. Já. Þannig að alveg, þetta var rosa gott sumar svona viðfarslega séð eftir júní. Þá var júlí og ágúst var bara rosalega fín og það er einmitt að koma upp alls konar gróður sem að maður hefur aldrei séð þarna áður, sko. Nei, mjög skrítið, sko. Já. Hvernig það hefur getað legið í dvala í, ég veit ekki hvað langa tíma eða hvernig þetta gerist. Ég er allan búin að sjá alls konar blóm og eitthvað sem ég bara aldrei séð þarna áður, sko. Nei, mitt. Þannig að það er mjög, mjög skemmtilegt. Já. Svona hvetjandi fyrir svona þrautsig. Já. Það þarf stundu þrautsig til þess að koma upp blómum. Já, algjörlega. Þannig, sko. Og trjám, sérstaklega þarna, sko. Já. Mamma mín er búin að reyna það. Já. Það eru 2 tré í garðinum hana á hótelinu og þau eru bæði bara svolítið sjávarbrend á sjávarhliðinni, sko. Þannig að þetta er alveg, þetta er hrjóstrugt og erfitt að vera þarna, sko, búa þarna, þú veist. Ég er náttúrulega úlst þarna upp og þetta er ekkert auðvelt, sko, en er einstaklega, sko, þetta grípur mann, sko. Já, það er eitthvað, sko. Það er eitthvað, sko, því að við erum að fá fólk bara frá öllum heimshornum sem bara getur ekki beðið eftir að koma aftur að vinna í Djúpavík og komast í burtu frá öllu hinu, sko. Þetta er bara annar heimur, sko. Algjörlega. Þannig að... Og mér finnst það líka, sko, þú veist, það sem ég finnst, sko, og því að ef maður teflir þessu saman, sko, Strandir og Hornstrandir, að þá hafa Hornstrandirnar, þú veist, þessa einangrun og mörgum finnst það mjög heitlandi. Mér finnst mjög heitlandi, þú veist, Strandirnar, sko, sem hafa öll þessi element nema þú getur samt alveg kyrrt í burtu á mígrunniðinni. Þú veist, allavega í sumatíman. Það er allt í lagi. Já. Mér finnst það líka dásalegt, sko. Já. Þetta er spennandi. Hvar ef að fólk vil kíkja á námskeiðið, er það bara inn á Dale Carnegie síðunni? Já, einmitt. Það er inn á Dale Carnegie.is undir kvennanámskeið og þar kemur þetta friður og fókus. Já. Og hvað kostar svona? Það kostar 25.000 og svo er þetta að fara inn á hópkaup og kaupa námskeiði gegnum hópkaup og þá fara það 30% afslátt. Nó. Yes. Maður týnir það ekki upp á götunni. Nei, það er að gera að notfæra sér það, sko. Já, þetta er bara spennandi og ég vona sem flestir skráa sig.
Já, ég líka. Þú fáið bara fullt af fólki þarna. Ég alveg vissi það. Þetta verður mjög gaman, sko. Já, ég bara full að trúa þig. Þannig að takk bara fyrir að koma og svona deila með okkur þinni sögu og þessu öllu og við eigum mörg eftir að hittast aftur. Pottþétt, í Djúpuvík. Já, takk. Takk.